Gott kvöld ágætu áhorfendur. Í kvöld stöldrum við á göngu okkar stigu íslenskrar dægurtónlistar þar sem ungar stúlkur í útvíðum buxum með túberað hár syngja hugljúf lög rétt í kringum árið 1970. Rétt eins og fyrri daginn eru þar ekki margar sem þar koma við sögu, kannski svona 10 eða 12, og flestar hafa snúið sér að öðrum störfum í dag. En hingað í kvöld koma þó nokkrir góðir listamenn. Hér eru líka úrvals hljóðfæraleikarar undir stjórn Jóns Ólafssonar og hér eru líka aðrir gestir, söngnemar úr söngskólanum í Reykjavík, söngskóla Reykjavíkur og tónlistarskóla Garðabæjar sem eiga það sameiginlegt öll að vera nemendur Snæbjarnardóttur. En við byrjum á einu, við skulum byrja á því að huga að tíðarandanum þær mundir sem hér greinir. Konur koma mikið við sögu á því tímabili í dægulega sögu sem hér verður fjallað í kvöld. Að vísu erfitt að takmarka umfjöllunina, en með því að stikla á stóru má til dæmis benda á miklar og nær samfelldar deilur fegurðarsamkeppnir á þessum árum. Nú var það svo að íslenskar stúlkur stóðu sig vel á þessu sviði eins og oft síðar, því hver man ekki eftir þeim Guðrúnu Bjarnadóttur sem var hlutskörpust á Langasandi árið 1963 og Thelmu Ingvarsdóttur sem var fegurðardrottning Norðurlanda það sama ár. Og þá fór María Guðmundsdóttir sigurför heiminn sem sýningarstúlka, ein þeirra fyrstu héðan á landi. Menn deildu heldur betur sjónvarpið á Keflavíkurflugvelli og 60 menningarnir komu fram á sjónarsviðið með þá kröfu að útsendingum þess yrði hætt. Það var gert síðar og sumir eru enn ekki búnir að jafna sig á því máli öllu, svo umdeilt var það. Og loftleiðir jöku umsvif sín jafnt og þétt og voru tíma kallað hippaflugfélagið, því þar voru í boði langódýrustu fargjöldin yfir Atlantshafið. Það eru líka liðnir tímar. Og svo það stúlkan sem var farin að vinna á skemmtistöðum löngu áður en hún hafði aldur til að láta sjá sig á slíkum syndastöðum, með flauels mjúka rödd og mörg falleg lög að baki, Þuríður Sigurðardóttir. Frá æsku tíð
Þuríður, þú verandi dóttir Sigurðar Ólafssonar, þessa landsfræga söngvara. Það hlýtur eiginlega að hafa verið ljóst að þú yrðir söngkona alla tíð eða hvað? Já, ekkert endilega, við erum 6 systkini og ég er svo eina sem fór út í þetta eitthvað að ráði. Já, fannstu fyrir því mjög snemma að þú væri söngvari? Nei, ekki mjög sagt það. Nei. En hvenær kom svo köllurinn yfir því bara? Já, það var eiginlega vegna þess að ég er dóttir pabba míns, það er nú sko einfalt mál. En reyndar í skóla, ég kannski fengi meiri athygli heldur en aðri krakkar. Það var svona reikna með því kannski að ég gæti sungið. Og 12 ára þá söng ég einsöng með kórlögun í skóla og þá í fyrsta skipti opinberlega. Og eitthvað hugljúft þá? Það var borðsálmur. Það verið þjóðlagið sjálf. Já. Nú, það var náttúrulega verið reiknað með að þú væri hestamaður líka, var það ekki? Já. Ertu það frá upphafi? Ertu fædd á hesti? Nei, elska, nei. Og er alls ekki nein íþróttamanneskja á hestum, en ég er mjög gaman að ég á hest og gerir tölvört að ég að fara á hestbak. Ég held að sé nú svo sem, við getum svo sem setið hérna og spjallað þinn söngferil og allt það. Ég held hins vegar að það sé miklu fróðlegra fyrir áhorfendur að kynnast því svona eins og við vitum sem þekkjum þig hversu mikinn grotta húmor þú hefur. Þakka þér fyrir að upplýsa þetta. Sannleikurinn nefnilega sá, ég hef beðið með að fá að upplýsa þetta því að þessi svona ljúfa stúlka sem kemur fram eins og þú með þessa flauelsmjúkru rödd eins og ég sagði. Ég hef aldrei kynnst öðrum eins húmor hjá hvað við segja, konu. Það eru til af þér ýmsar spaugilega sögur og kannski getur þetta haft áhrif að þú vannst alltaf með þér miklu eldri menn í þessum. Já, ég náttúrulega, þegar ég byrja að syngja á Röðli, sem að kannski fæstir vita hvar, hann er ekki lengur til í dag, svo staður, og kannski þeir sem eru mikið yngri heldur en við, hafa ekki hugmynd að Röðull hafi nokkuð verið til. Röðull var veitingastæður sem var opinn alla daga vikunar og ég byrjaði að syngja þar 17 ára gömul og þá með að mér fannst algjörum köllum, sko. En svo reyndist ég nú ekki verið með 5 árum eldri en ég og í dag náttúrulega finnst mér þetta að vera jafnaldrar en þá fannst mér þetta vera eins og Magnús Ingimarsson myndi mig á, ég hefði kallað á hræ. Segðu mér söguna þegar þú áttir að syngja í boðinu fyrir franska konsúlinn. Ég hef heyrt á sögu, alveg ógleym og lýsir einmitt því svona hvað menn þurfa að gera við íslenskar aðstæður. Já, það var ósælega mikið að gera hjá mér á þessum tíma. Ég var að vinna á daginn og ég var að syngja helgar og við vorum að byggja og maður málaði það náttúrulega og skrapaði glugga og gerði það sem maður gat í frístundum og ég átti að fara að syngja. Mér var uppálagt að syngja eitthvað gott franskt lag og lagðist yfir Edith Piaf til að reyna að læra franskan texta. Ég tala ekki orð í frönsku og þetta átti að vera mikil opnun á dansleiknum. Þetta var mjög fín veisla og þetta var út á Hótel Sögu. Nú, ég er að mála alveg frá með síðustu stundu og hendi mér í baðið því ég kem heim upp úr baðinu, skrapa svona mestu málninguna af höndunum með lakka yfir neglurnar því að það þurfti ekki að hafa fyrir að skrapa það, setjum að hárkollublóm í hárið og í síðakjólinn og af stað. Og mæti upp á Sögu frekar seint, svona rétt til þess að komi fyrir á sviðinu og það hljómsveitin byrjar að þyrla mikið og þetta er heilmikið að vera og ég er kynnt sem stórstjarna og tjaldið dreigir frá og ég upp með hljóðnemenn. Það var með málningarklessu alveg upp niður á olnboga. Var það ekki langt fyrir þér? Já, ég var að drífa mig svolítið. Verið dokaði við